Gleðilegt nýtt ár. Við Rebekka og Stebbi ætlum að kynna í þetta sinn. Nú ætlum við að kíkja á viðtal við nokkra krakkana í nemendaráði. Góðan daginn, ég heit Samúel Óskar og ég er að taka viðtal við nokkra úr nemendaráði. Góðan daginn. Hvað heitið þið? Ég heiti Hæ, Mári. Ég heiti Marteinn, Eyjólfur. Ég heiti Garðavíki. Hvað eru þið gamlir? 14 ára. Ég er 14 ára. Í 9. febrúar eftir 8 þá er ég 15 ára. Já. Ég er 13 ára, næstu orðið 14. Hvar eru langluggarnar sem þú lofaðir? Það er í búðinni. Það er verið að vinna í því. Já, ég meina það þarf að athuga verð og hvað þetta kostar. Verðið sko hvort það sé samþykki frá þessu heilbrigðisstofnunum. Já, þannig. Hvað er næsta dagskrá hjá ykkur? Og svo verður bráðum draugaballi í samkomuhúsinu. Það verður draugakjallarinn. Hvað talið þið á nemendaráðsfundum? Bara það sem nemendur biðja um. Og hvað við viljum bæta í skólanum. Viljið þið fara aftur í nemendaráð eftir sumar? Já. Það væri fínt. Það væri, já. Eru þið búin að plana eitthvað? Ég meina ég er alltaf búið að plana ævintýraballið. Já. Búið að plana dagskrá. Búið að plana fundir á mánudögum. Svo náttúrulega búið að plana alveg svona, andvökunætur, eða ekki nætur, heldur nótt, held ég. Og svona skemmtilegt sem við gerum í Skeiðaborg. Ekki endilega í skólanum, heldur eftir skólaskriðu. En það er náttúrulega bara eitthvað tíma seinna. Finnst þið ekki gaman í nemendaráði og þurfa að mæta á fundi? Já. Já, hitta skemmtilegt fólk. Já. Hitta Fríðu, Sverri. Já. Finnst þið ykkur skemmtilegt fólkið sem þið eru með í nemendaráði? Já. Stórkostlegt fólk. Allir nema Garðar. Nei, maður segir svona. Já, það segir svona stundum. Takk fyrir. Það var ekkert. Þau í 10. bekk eiga sinn eigin tölvuleikjasnilling. Hér kemur viðtal við hann. Í Sandgerðisskóla eru nokkrir nemendur með mismunandi hæfileika. Hér er ég með einn þeirra. Hvað heitið þú? Ég heiti Manuel Björn Gómez Jóhannsson. Hvað ertu gamall? Ég er svona 15. Hefurðu gert marga leiki? Nei, ekki mjög marga, bara svona það. Hvernig leikir eru þá? Svona spöð Marvin átt en samt að það verður sín. Hvað heita þær? Já, þann fyrsta sem ég gerði þetta heitir Mokk. Hvað á maður að gera í þeim? Þú ert svona bara að komast land og hoppa. Hefur sett einhvern leik á netið? Já, Mokk. Bara það, Er þetta bannaðir leikir? Ég get ekki búið til mjög góð svona blóðaröðinni, þannig að verði það ekki að gera því. Hvernig gerirðu leiki? Bara fékk leiðbeiningar frá netinu. Er það erfitt? Það fyrir eftir hvað það reyna að gera. Takk fyrir. Nú ætlum við að fjalla dagana sem eru framundan. Góðan daginn, ég er að koma með Siggu í 7. bekk og hún ætlar að segja ykkur aðeins frá öskudaginn hennar. Hvað ætlar að vera öskudaginn? Öskubóki. Ætlar að labba í hús og safna nammi? Já. Hvað ætlar að vera öskudaginn? Ég veit það ekki. Ætlar að safna nammi í húsum? Ég veit það. Hvað ætlar að vera öskudaginn? Ég veit það ekki. Og ætlar að safna nammi í húsum? Nei, ég þarf að vera í Keflavík. Hvað ætlar að vera öskudaginn? Ég bara veit það ekki. Ætlar að safna nammi í húsum? Örugglega. Hvað ætlar að vera á öskudaginn? Ljósnari. Ljósnari? Og ætlar að fara í húsin og safna nammi? Yey! Reykingar umræðan í þetta sinn. Góðan daginn, ég heiti Ingimar Renni og ég ætla að ræða nokkra einstaklinga reykingar.
Hvað heitir þú? Ég heiti Örn Ævar. Og hvað ertu gamall? Ég er 33 ára. 33 ára. Hvað finnst þér reykingar? Þetta er alltaf slæmur ofani. Hefur þú reykt? Nei. Ætlarðu einhvern tímann að prófa að hafa reykja? Nei. Reykja foreldrar þínir? Nei. Hvað heitir þú? Ég heiti Davíð Smári. Og hvað ertu gamall? Ég er 14 ára, verð 15 ára í mars. Hvað finnst þér reykingar? Mér finnst reykingar vera alveg ógeðslega frábærar. Hefur þú reykt? Nei. Ætlarðu einhvern tímann að reykja? Aldrei. Reykja foreldrar þínir? Já, mamma reykir en pabbi. Hvað heitir þú? Rakel Ósk. Og hvað ert þú gamall? 36. Hvað finnst þér reykingar? Heyrðu, mér finnst það náttúrulega bara alveg hræðilegar. Þær eru hérna ávanabindandi og ekki góðar fyrir heilsuna. Hefur þú reykt? Jep. Ætlarðu einhvern tímann að prófa að reykja aftur? Nei, ég er alltaf að reyna að vera reyklaus. Reykja foreldrar þínir? Já. Hvað heitir þú? Jónsson. Og hvað ert þú gamall? 13. Hvað finnst þér reykingar? Það er bull. Ætlarðu einhvern tímann að reykja aftur? Nei. Hefur þú reykt? Nei. Reykja foreldrar þínir? Já. Hvað heitir þú? Árný. Og hvað ert þú gamall? 13 ára. Hvað finnst þér reykingar? Ógeðslegar. Hefur þú reykt? Nei. Ætlarðu einhvern tímann að reykja í framtíðinni? Nei. Reykja foreldrar þínir? Já, pabbi. Hvað heitir þú? Hjörtur Fjall. Og hvað ert þú gamall? 31. Hvað finnst þér reykingar? Það eru mjög slæm. Hefur þú reykt? Nei. Ætlarðu einhvern tímann að prófa að reykja? Nei. Reykja foreldrar þínir? Ekki mamma, pabbi, hann er alltaf að berjast við að hætta. Það gengur á grösuna. Hvað heitir þú? Ég heiti Sif. Og hvað ert þú gamall? 39. Hvað finnst þér reykingar? Mér finnst það sóðalegar. Hefur þú reykt? Já. Ætlarðu einhvern tímann að prófa að reykja aftur? Nei. Reykja foreldrar þínir? Mamma minn. Takk fyrir. Nú ætlum við að sjá sætta svipinn hjá nokkrum nemendum. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Þetta nógu góð brettast. When I'm at the mall, just get hot. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. Grunnskólinn í Sandgerði er með starfrækta hollustusstefnu. Farið var á stúfana og nemendur spurður þeirra álit á stefnunni. Góðan daginn, ég heiti Indiana og ég vil spyrja nemendur holluststefnu skólans. Hvað finnst ykkur holluststefnu skólans? Mætti vera hollari matur. Mér finnst ekki nógu fjölbreyttir. Það er fiskurinn. Finnst ykkur vant ykkur mat? Pöntu pizza. Værið þið frekar til að hafa óhollan mat en ekki hollan? Nei. Borðið þið óhollan mat? Já. Ert þú í mat? Er þið í mat? Já. Hvernig finnst ykkur maturinn í hádeginu? Ekki nógu góður. Nei. Hugsið þið mikið hollustu? Að reyna það? Já. Hvað finnst þér holluststefnu skólans? Ég veit ekki. Finnst þið vant ykkur mat? Nei. Værið þið frekar til að hafa óhollan mat en ekki hollan? Nei. Borðið þú óhollan mat? Já. Ert þú í mat? Já. Hvernig finnst þið maturinn í hádeginu? Bara misjafnlega góður, sko. Hugsið þið mikið hollustu? Nei. Takk fyrir. Nemendur í fjölmiðlafræði vali ákváðu að koma samnemendum sínum á óvart á dögunum. Unglingagangurinn var skreyttur í tilefni Valentínusardagsins með það eitt að marki að gleðja félaga sín. Hvað er merkilegt Valentínusardaginn? Bara ást og vinátta. Er ástin mikilvæg? Já. Er ástin ætíð rómantísk eða getur hún verið öðruvísi? Öðruvísi líka. Hvernig? Bara ekki þeim. Getur verið ást á milli? I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard
that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I think I'll remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead.